Svona áður en við byrjum, sko, hugmyndin með þessu heiti fullorðinstrú svo að við ræðum þau í okkar samfélagi að eiga barnatrú sem jákvæðan hlut. Ég á mína barnatrú. Og það vissulega í samræmi við boðskap Jesú að eiga barnatrú því að hann hvetur til þess að við akkurat leitum til barna eftir fyrirmyndum það hvernig trú við eigum að eiga. Sá sem ekki kemur til mín eins og barn, hann mun ekki komin í Guðs ríki. En það vill svo til að barnatrú í neikvæðri merkingu trú sem barnaleg trú. Það sé á við með því sko, ef að trúin þín þjónar ekki viðfangsefnum lífsins, að þá getur ekki sótt til hennar sem uppsprettu eftir hugboðum, stuðning og svo framvegis. Og mín trú svo að trú sem ekki ígrunduð, gagnrýnin, leyfir sér að spyrja spurninga, hún ekki kristin. Trú sem ógnað af einhverjum hugmyndum, að hún trú sem þjónar manni ekki. Bókstafstrú í þeirri merkingu þjónar ekki. Velkomin, Gunnar. Hæ, takk. Og það fyrsta sem langar til þess að hlaupa yfir og undanvaði hreinlega staða biblíunnar eða kristinfræðslu í skólakerfinu. Það svolítið merkilegt, við stöndum frammi fyrir því við upp á 21. aldarinnar að þjóðin hefur aldrei verið menntaðri en nú. Það útskrifast fleiri úr háskóla nú heldur en nokkru sinnum í sögunni og það virðist ekkert lát vera á þeirri aukningu. Fyrir örfáum árum, þegar mamma mín að alast upp og hún með ung kona ennþá, fædd 51, þá sko, var það í raun og veru gagnfræðapróf dugaði á vinnumarkaði. Það að vera með menntaskólapróf, stúdentspróf var mikill kostur sannarlega, en sko, gagnfræðarmenntun var nægileg í raun og veru til þess að ganga út á vinnumarkaði. Það var engin sérlegur þrýstingur á hana á sínum tíma að fara í framhaldsnám. Í dag má segja sko, að þróunin hafi verið það að grunnháskólapróf svona einhvern veginn lágmarkskrafa út á vinnumarkaðinn. Stúdentsprófið í sjálfu sér orðið ekkert annan aðgöngumiði að háskólanum. En hvað stöndum við hvað snertir sko, klassíska menntun? Hvað stöndum við hvað snertir menntun á svona okkar arfleifð, ef svo má segja, á þessum eldri sögum sem að flestir kunnu skil á bara fyrir örfáum árum síðan og sér í lagi þá biblíuþekkingu. Og ég vil meina að biblíuþekking í skólakerfinu hafi farið mjög aftur, þar að segja hún hafi ekki þróast í takt við menntakerfið okkar í dag. Ef við skoðum bara uppsetningu menntakerfisins að þá fram að gagnfræðaskóla að þá líkur þú í raun og veru allir þinni þekkingu á kristnum átrúnaði. Á gagnfræðaskólastigi ekki mikið fjallað kristindóminn nema í samhengi við eitthvað annað. Mér vitanlega engin framhaldsskóli á landinu sem kennir kristinfræði, biblíufræði eða guðfræði. Þekki við til þess. Og háskólastigi fæstir við það. Og þá spurningin, sko, skiptir það einhverju máli? Er það eitthvað sem í húfi, í hættu við það? Og ég leyfi mér að byrja þennan fyrirlestur á því að koma fram með 10 ástæður fyrir því að biblíulæsi skiptir grundvallarmáli. Og fyrsta ástæðan einfaldlega menningarleg. Það að segja að íslensk menning hefur frá upphafi landnáms verið undir kristnum áhrifum. Og þetta nú hugmyndin sem þið þekki mörg hver vel að frá upphafi hluti af þjóðinni kristnir, það að segja þrælar sem voru teknir frá Írlandi. Þannig að kristinn átrúnaður á sögu sem jafnlöng landnámi. Og fræðimenn á sviði íslensku og fornleifafræði hafa í síauknum mæli verið að gefa því gaum að þessi skil sem lýst meðal annars í Njálssögu að kristintrú hafi verið tekin upp sem átrúnaður árið 1000 og þar hafi átt sér stað vatnaskil á milli heiðni og kristni að það mikil einföldun
og í raun og veru eigum við enga menningararfleifð sem ekki undir kristnum áhrifum. Meira segja Völuspá, hefur Pétur Pétursson prófessor bent á, full af kristnum áhrifum. Og hann hefur komið fram með mjög skemmtilega kenningu byggða á flísum sem eitt sinn voru líklegast í Hóladómkirkju, það ekki, kallaði Bjarnastaðaflísarnar, þar sem það fundur sem sagt við Sveitahurð og Bjarnastöðum og þar bísönsk dómsdagsmynd, feiki stór dómsdagsmynd sem lýsir svona heimssýn miðalda, þar sem Kristur í miðjunni og réttlátur hægra megin og ranglátur vinstra megin, helvíti undir og himnaríki að ofan, sko. Þetta er svona einföld heimsmynd en heimsmynd þess tíma og náttúrulega bara ígrunduð í reikningunni. Og hann vill meina það að vísanir í Völuspá séu óskiljanlegar nema í gegnum svona tilvísanir. Og þessar bísönsku dómsdagsmyndir voru mjög algengar útbreiddar og það verið sýnt fram. Ég nefni skjaldarmerki sem dæmi. Landvættirnir fjórir að sjálfsögðu byggðir á guðspjallamönnunum fjórum nema að þeir örn, naut, dreki og ljón. Markús og guðspjallir ljón. En í staði ljónsins sem þótti framandi, ólíkt dreganum sem séríslenskum, þá var bergrisi fengið með láni. Það þykir sér fyrirlestur til þess að gera listasögu Evrópu skil og áhrifum Biblíunnar á hana, en ég seti það nú svona fram bara til þess að benda á að grunnbókmenntir menningarsögunar eru okkur óskiljanlega nema með grunnþekkingu á Biblíunni. Og það var lengi vel, nú veit ég ekki hvort það sé ennþá, en það var lengi vel á fyrsta ári í ensku í Háskóla Íslands, þá var King James lesin í heilu lagi. Og ég hef heyrt nemendur lýsa því að þetta sé í fyrsta skipti sem að þeir hafa lesið Biblíuna frá því í fermingarfræðslu, sko. En það er bara álitið, venjuleg inngangsfræði að enskri tungu að lesa King James til þess að geta lesið vísanir Shakespeare og Milton og svo framvegis. Feikning bíum, stendur þarna. Nú, þriðja ástæðan að sjálfsögðu sagnfræðilegar. Biblían ekki sagnfræðirit í sjálfum sér, þar að segja hún stillir ekki upp hlutlausri sögu. Hún saga sem skrifuð frá sjónarhóli ákveðna þjóðar frá ákveðnu trúarlegu sjónarmiði. En hins vegar bæði Gamla testamenti og Nýja testamenti mjög mikilvægar sagnfræðilegar heimildir. Og í þeim má lesa, eða úr þeim má lesa heimildir menningarheim Hebrea, Egypta, Persa, Assýringa, Babýloníumanna, Grikkja og svo framvegis. Og þannig mætti lengi telja. En það ekki þannig samt að Biblían sé eitthvað meira lituð af ákveðnu sjónarhóli heldur en hinar heimildirnar sem við höfum, sko. Það við allar heimildir að þær eru litar af ákveðnu sjónarhóli. Og tilraunir til þess að skrifa sögur sem hlutlaus, það hefst ekki fyrir 19. öldinni. Og nú eins fyrir Íslendingasöguna, eða Íslands sögu, að þá var kirkjan hinn helsta samskiptaleg Íslendinga við Evrópu og það má lesa mjög margt Íslandssöguna í gegnum gripi sem hafa varðveist hér á landi. Og ef þið gangið í gegnum sali Þjóðminjasafnsins, þá eru þar rómanskir hlutir, sérlega frá tímanum fyrir siðbót, sem að veita mikla innsýn inn í það hver samskipti Íslands við kirkjunum voru. Og við eigum mjög heillandi þýðingar á kirkjuritum eða kristnum ritum sem að hafa lítið verið rannsakaðar. Jón Magnús Ásgeirsson, prófessor við Guðfræðideildina, sem nú nýláttinn, hann skrifaði bók Tómasar Arleifina, bókina heitir Frá Sýrlandi til Íslands, og þar bendir hann á það að í íslenskri þýðingu frá miðöldum, 13. öld, varðveitt útgáfa af Tómasar sögu sem að fyrir marga sækir merkileg heimild. Og við eigum óvenjulega mikið magn af slíkum ritum hér á Íslandi, miðað við aðrar þjóðir, til dæmis skandinavískar þjóðir. Það má eiginlega frekar segja að okkar heimildanótt
eigi meira samvægt með Írum heldur Norðurlandaþjóðanna. Og það eru margar þjóðfélagsbreytingar á Íslandi sem hreinlega bara ekki hægt að skilja nema í kirkjusögulegu ljósi og þar ber hæst náttúrulega nefna siðbótina sjálfa og áhrif þess og síðan sem sagt menntastefnu píetismans og áhrif þess á íslensk skólakerfi og svo framvegis. Þetta er mínu bara í framhjálpi til þess að sannfæra ykkur málstæði. Nú bókmenntafræðilegar ástæður eru eitthvað sem ekki þarf að fjölyrða og ég sjálfur undirbúið grein Passíusálma Hallgríms Péturssonar og gyðinga andúð í þeim. Ég langar til þess að taka öndverðan pól við þá sem að hafa risið upp til varnar Hallgríms Péturssyni vegna þess að Hallgrímur alltaf bara barn síns tíma og skrifar undir lútersku réttrúnaði sem hefur haft í för með sér skelfilegar afleiðingar. Rit Lúthers voru notuð af nasistum bara beint til þess að réttlæta og rökstyðja herförina. En hins vegar að þá, ef við hugsaum hverjir eru grunnrit íslensk kristindóms, að þá ekkert víst að Biblían sé þar endilega fremst í sessið og hún hafi vissulega alltaf skipað mikilvægan sess. Passíusálmar Hallgríms Péturssonar, Nýtanís postula og Graduale sálmabókin, Grallarinn svo kallað, var til á hverju heimili á meðan að Guðbrandsbiblía og Nýja testamenti Odds voru tiltölulega fágætarbækur. Þannig að ef við erum að skoða til dæmis bókmenntir símið átta, þá nær að leita í óbeinar kristnar heimildir heldur í Biblíuna sjálfa eftir áhrifum. Og að sjálfsögðu kemst maður lítið áfram í Halldór Laxness þegar maður verið að reyla sér í leikningunni. Nú Guðrún Kvaran einn þeirra, prófessor við Háskóla Íslands í íslenskum fræðum, sem hefur haldið því fram að íslenskar biblíuþýðingar séu eitt af því sem hefur fest í sessi í tungumálið okkar. Undir áhrifum frá dönsku fyrst og fremst að þá var íslenskan á undanhaldi hér á landi og menn hafa haldið því fram að það hversu snemma við fengum biblíuþýðingar hafi hjálpað til við það að varðveita íslenska tungu. Og það alls ekkert ósamfærandi vegna þess að þjóðir sem hafa lagt minni áherslu á slíkar biblíuþýðingar, samanber Norðmenn, hafa tungumál þeirra hefur breyst mjög meira. Og svo spurning hvort að þessi dygð í sjálfum sér og tungumáli sé óbreytt en allt í enda þá þýðingar Odds Gottskálkssonar og Guðbrands Þorlákssonar höfðu afgerandi áhrif á íslenska tungu á sama hátt og biblíuþýðing Martin Luthers í raun og veru bjó til Hochdeutsch eða háþýskuna. Ekki satt. Nákvæmlega. Og það eru mörg orðtök og orðnotkun í íslenskum máli sem komið bara beint úr íslensku biblíumáli. Og hér nefni ég dæmi úr bók Jón Friðjónssonar yfir rætur málsins til þess að sannfæra ykkur málstæðin. Og það svo merkilegt að ræða við, ekki bara ungt fólk heldur jafnvel vel menntað fólk á miðjumaldri sem þessar vísanir verða óskiljanlegar vegna þess að þau hreinlega hafa ekki grunn í þessu. Og ég vil bara ganga svo langt að segja að skólakerfið hafi brugðist í þessari uppræðslu. Nú þar fyrir utan þá geymir Biblían mörg af fegustu bókmenntaverkum mannkynssögunnar og ég var svolítið uppnuminn yfir könnun sem var gerð árið 2000 þar sem að 100 þekktir rithöfundar af 54 þjóðernum voru spurðir hvert væri stórbrotnasta bókmenntaverk mannkynssögunnar. Og í fyrsta sæti lenti Don Quixote eftir Cervantes en á hæla hennar fylgdi Jobs bók. Og Jobs bók eina af þessum bókum Gamla testamentisins sem hefur haft mjög víðtæk áhrif í listasögunni og menningarsögunni fyrir hversu beitta gagnrýni hún kemur fram með. Og við munum vísa aftur í Jobs bók eða hafi nennu til þess að sitja annað kvöld með okkur að þá munum við ræða Jobs bók að ítalega fyrirlestur.
Nú síðan vildi ég nú kannski bara aðeins árétta fjölbreytileika biblíunnar. Það alls ekki þannig að biblíun innihaldi einstaklega bókmenntir, langt frá því. Ljóðaljóðin eru dæmi erotískt verk, ástarsögu, skrifuð sem ljóð, sem var túlkað allegórist sem ást hins trúaða á Guði og gagnkvæmt, sko. En í grunninn eru engar trúarlegar vísanir að finna í þessu verki. Þetta bara erotískt ástarljóð. Og þetta ljóð er meðal annars það sem að Shakespeare vitnar oftast í sonnettum sínum. Þarna eru spennusögur og morðgátur og stríðsögur og fjölskyldudrama og grín og ferðarsögur og myndlíkingar og opinberar sögur sem og það kannski eitt af því sem að okkur skortir í samtímanum, að það innsýn inn í það hvernig ber að lesa Biblíuna, því það eru mörg gleraugu sem við getum lesið Biblíuna með. Við getum lesað hana með trúarlegum augum, en við getum líka lesað hana með fagurfræðilegum augum, bókmenntafræðilegum augum og notið hana sem bókmenntaverk. Nú síðan eru bara hreinlega trúarbragðafræðilegar ástæður, eins og þú varst að nefna áðan, Steinar, að meirihluti mannkyns á einhvern hátt tengist eingyðistrú gyðinga í gegnum gyðinga kristni eða íslam og þar með Biblían langútbreiddasta trúarbók veraldar og það vandfundið umfjöllun trúarbrögð sem ekki krefjast einhvers konar þekkingar á Biblíunni. Og í dag það þannig að það eru fleiri kristnir í Kína heldur en í Evrópu. Stærsta kirkja í heimi í Suður-Kóreu. Þannig að kristdómurinn smám saman að verða, ég segi ekki minnihluta átrúnaður Vesturlanda, en hann allt að verða mjög fjölmennur átrúnaður og einn af fjölmennustu átrúnaðum í Asíu og Afríku. Þannig að andlit kristindómsins mjög að breytast og það ekki víst að við guðfræðingar höfum endilega tekið nægilegt tillit til þess. Já, akkurat. Nú stjórnmálafræði eitthvað sem engum í dag mundi detta í hug að aðgreina frá trúarbragðafræði í raunveruleikanum. En fyrir 30 árum síðan, komið svo langt síðan, þegar Magnús Þorkell Bernharðsson var að læra stjórnmálafræði á Háskóla Íslands og tók þá guðfræði sem aukafag, að þá gerðu nemendur grín að honum og kennarar spurðu hann hvers vegna í ósköpunum ertu að blanda saman þessum ólíku fögum, stjórnmálafræði og guðfræði. Hann fór áfram í framhaldsnám í íslamskum fræðum og í dag eitt helsta kennivald okkar aðstæður fyrir botni Miðjarðarhafs og íslamskan átrúnað. En það var einhver svona tesa, hugmynd í stjórnmálafræðinni, að trúarbrögðin væru afgangsstærð í umræðu stjórnmálafræði. Og mér þykir sem svo að nútíma okkar fjölmiðlar á Íslandi séu svolítið ennþá undir þessum áhrifum. En það alveg sama hvaða erlenda fréttir þetta tekur upp, hvort að það sé Spiegel eða Newsweek eða Time eða Economist, að umfjöllun trúarbrögð alltaf hluti af þessari umfjöllun, enda skiptir það veigamiklu máli. Ég leyfi mér að fullyrða eins og það hafa gert að upphaf kapítalisma sé komið úr kristnum átrúnaði, nánar tiltekið úr kalvínisma. Það að segja hugmyndir það að lesa má hug Guðs til þín í gegnum velgengni þína í lífinu og þá var það sjálfsögðu markmið að sýna fram á sem mesta velgengni. Max Weber, hann tengdi þessar hugmyndir saman en við getum líka spurt bara í grunnrið til kapítalisma Adam Smith hvort að ósýnilega höndin sem að lætur allt ganga upp að lokum sé hreinlega ekki einhvers konar trúarleg vera. Og kommunismi og sósíalismi verður að sjálfsögðu til í umræðu í Þýskalandi trúarbrögðin og höfnun sósíalisma á Guði og trúarbrögðum náttúrulega bara gjaldþrot eftir þessi átök í Þýskalandi
endalaus átök milli kaþólikka og mótmælenda sem að síðan yfirfært á önnur lönd með þeim áhrifum sem við þekkjum. Nefni ég nú bara dæmi samtíma umræðu sem ekki hægt að skilja nema með þekkingu á kristnum átrúnaði. Bandarísk stjórnmál sem dæmi. Nú þeir nýjafnir það ekki, mormóninn og réttrúaði evangelistinn og kapphlaupið snýst annars vegar skattaframtölu þeirra og hins vegar hver nær að vera íhaldssamari í siðferðilegum málefnum. Það er að segja að vera á móti hjónabandi samkynhneigðra og fóstureyðingum og þetta Ég heita, hvað heita það nú? Santorum, Rick Santorum, hann evangelistinn við kirkjurnar á bakvið sig og hinn heitir, hvað heitir mormóninn? Mitt Romney, akkurat. Þjóðernishreinsanir Serba í Kosovo voru gerðar með stuðningi í serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, þó að það sé þó að þeir eru ekki sammála því í dag að þá alltént mótmæltu þeir ekki, bara eins og kirkjurnar í Þýskalandi eru sekar deilur Ísrael og Palestínu, uppreisnin í Íran 78 og kleppastjórnum þar og svo framvegis. Þannig að þetta eru allt saman fréttir sem við náum ekki skilja án upplýsingar trúarbrögð. Nú síðan það hreinlega sú ástæða að samfélagið okkar mjög mikið að breytast. Hingað að flytja fólk frá ólíkum löndum með ólíkan trúarlegan bakgrunn og það svona ég reki mig á það oftar en einu sinni að samtök sem standa fyrir samræðu trúarbragðanna á Vesturlöndum þau kvarta helst yfir því að ungt fólk, og það nú yfirleitt það sem ég fylgst með, þar sem ungt fólk fengið til þess að vera í díalóg eða samræðu við innflytjendur sín trúarbrögð, að ungt fólk á Vesturlöndum að það svo illa upplýst sín eigin átrúnað. Að það raun og veru, það verður forsendubrestur í það að ræða saman. Innflytjendurnir sem að koma úr ólíku trúarlegu hefðum, að þau eru vel upplýst sinn átrúnað, en Vesturlandabúarnir sjálfur, hvort sem það eru Íslendingar eða Vesturlandabúar á öðrum Vesturlöndum, að þau eru svo illa upplýst að það þarf að byrja allar umræður á því að fræða þau sín trúarbrögð áður en hægt að ræða samræðu trúarbrögðana. Og ungt fólk spyr oft, skiptir það einhverju máli og reka sér svo á það í þessari umræðu að það miklu meira í húfi heldur hverju trúir þú. Einmitt menningarlegur bakgrunnur og fordómar sem við höfum í garð fólk sem flytur hingað, að það alltaf á þeim mærum þar sem menning rekst á og ef að ungt fólk hefur ekki skilning á því hvaðan þeirra menning kemur, þá skortir mjög umbrunni. Og það kannski ástæðan fyrir því nefnið þetta að gagnkvæm virðing markmiðið, en það næst ekki nema með upplýsingu okkar eigin trúar. Nú siðferðið okkar að sjálfsögðu byggt á kristnum átrúnaði þó að það sé umdeilt hversu mikið en sem í raun og veru svolítið merkileg umræða og fyndin umræða. Stjórnarskrá Evrópu var til umræðu á 10. áratugnum, nei á fyrsta áratugum þessarar aldar, segi ég, og þar var sameiginleg stjórnarskrá fyrir Evrópu sem enn hefur ekki verið samþykkt. En það sem vakti athygli þar var að sameiginleg arfleifð Evrópu var sem sagt gildin 3 í frönsku byltingunni, sem eru þá bræðralag, jafnrétti og frelsi, það er fyrir. Og húmanismi var sagður grunnurinn að evrópskri menningu. Og þá stoppuðu nú margir við og spurðu býtu nú við, húmanismi það grunnurinn að evrópskri menningu? Ekki kristinn átrúnaður allavega hluti af grunnunum af menningararfleifð Evrópu? Og af ótta við að rjúfa einhverju pólitíska réttrúnað, þá var ekki getið var ekki nefndur kristinn átrúnaður í þessu samhengi, en ég vil meina, og það var ekki frá mig komið, að með því að nefna það ekki, að þá hafi verið breytt yfir ákveðna fordóma á mærum Evrópu.
Til dæmis hefur sko Tyrkland verið við þröskuld Evrópusambandsins í sko, er það á 3. áratug, það allt í tæpir 2 áratugir síðan að Tyrkland óskaði eftir því að koma inn í Evrópusambandið og því hefur ítrekkað verið hafnað og umsóknarferlið þeirra tafið, meðal annars vegna þess að það eina íslamska þjóðin, já, stærsta íslamska þjóðin sem beðið hefur inngöngu inn í Evrópusambandið. Það nú fljótt að breytast í Þýskalandi þar sem sumstaðar eru þriðjungur íbúa Tyrkir þjóðarinnar. Já. Nú og síðasta ástæðan að með minnið eru hreinlegast samfélagslega. Það er að segja að ung fólk sem ekki upplýst sem trúararf og sem trúarlega bakgrunn, sem að þið eru nú óvenju vel upplýst hér, að það kemur inn í aðstæður þar sem að eru þeim framandi þó að það sé hluti af þeirra menningar afleitt. Til dæmis svo upplifun að fara í sína fyrstu jarðarför án þess að hafa svona grunnlæsi á hvað í ósköpunum presturinn að gera eða hvaða tilgangi þessi textar þjóna, að þá verður þetta svolítið framandi. Og maður getur sagt svolítið að afstaða ungs fólks til kirkjunnar ráðist oft af því hversu mikla þjónustu þau hafa upplifað frá hendi kirkjunni. Til dæmis ungt fólk sem hefur töluverða reynslu af því að fylgja sínu nánustu til grafar, að það hefur oft mjög ólíka afstöðu gagnvart kirkjunni heldur en ungt fólk sem aldrei hefur þurft sem betur fer að leita á náðir kirkjunni. Og það er svo mikið að trúarlegum táknum sem kirkjan skartar sem að við verðum í auknum mæli vör við að ungt fólk ólæst á. Og þetta á við líka dagatalið okkar sem að nú bara byggt á Lúkasarguðspjalli og Postulasögunni, tvíbókarritinu. Jól og páskar og hvítasunnu, meira segja öskudagur, þó ekki sem minnst á hann í biblíunni. Hann inngangur að föstu, uppstillingardagur og þannig mætti lengi telja. Og þessar 9 hátíðir sem að koma inn, Valentínusardagur og hrekkjavakan, þær eru líka komnar úr kristnum átrúnaði. Nú loks það þannig að hvort sem að við teljum okkur tilheyra kirkju eða kristni, þá höfum við öll þörf fyrir trúariðkun. Trúariðkun er sammannleg og ekki á undanhaldi þrátt fyrir kenningar félagsfræðinga á sérlega í 9. áratugnum það að afferkun samfélagsins leiddi það af sér að trúariðkun væri á undanhaldi. Þvert á móti að þá með því að kirkjan hefur hopað að þá hafa komið í staðinn alls konar trúarhugmyndir og markmið kristinna fræða í grunnskólum á að vera eða ætti að vera að gera nemendur skynug á bæði fjölbreytileika þeirra trúarhefða en eins verður maður stundum var með það að bækur sem að verða mjög vinsælar eins og Samræður við Guð sem að var þýtt fyrir nokkrum árum síðan og metsölubók á Íslandi byggja meira og minna á kristnum átrúnaði en lesendur þekkja oft ekki stefið eða hvaðan þau eru komið. Og Biblían í eðli sínu trúarrit sett saman sem slíkt og það eina af ástæðum þess að það sem dýrmætt til að leita. Og það náttúrulega svo ástæð sem við í kirkjunni erum fyrst og fremst að búa það en hinar 9 eru ekki síður mikilvægar. Hvað segir þú? Á ég 5 mínútur eftir? Já. Ég er ekki hálflega en 5 mínútur. Heyrðu, þá ætla ég að taka 3 glæri í viðbót. Og setja þér frekar fram í spurningaformi heldur í fyrirlestarformi. Hvort sem okkur líkar betur það að þá setjum við uppi með Biblíuna. Við losnum ekki við hana. Hreinlega vegna þess að hún er lykillinn að þekkingu og skilningi á svo mörgum. Því meira sem að Biblían verður framandi okkur sem þjóð. Því
meiri fordómar munu verða í garðinnar. Manneskja sem að ekki þekkir til ritningarinnar, hvað hún kemur, hvernig hún samsett, hvers konar bækur hún inniheldur og svo framvegis, mun draga ályktanir út frá hreindóm. Það bara þannig. Og það geta verið jákvæð fordómar og neikvæð fordómar. Hins vegar langaði mig til þess að vekja aðeins með ykkur þá spurningu, hvers vegna í ósköpunum Biblían svona áhrifamikil? Hvað skýrir þessi áhrif? Og ef við stökkum yfir söguna á hundavaði, að það má segja það að hebreska Biblían, að hún sé að verða til einhvers staðar á bilinu 700 fyrir Krist til 300 fyrir Krist, eftir því hvernig hún spyrir. Það einn sem heldur því fram að hún sé verði til 300 fyrir Krist, og það prófessorinn í Kaupmannahöfn. Sennilega eitt skemmtilegasti og umdeildasti fræðimaður á sviði Gamla testamentisfræði. Rit Nýja testamentisins eru rituð á árunum 50 til 120 eftir Krist og saman verður þetta ritsafni einhvers staðar á 3. öldinni eftir Krist. Þó að gyðingar hafi haft sterkari stöðu og sterkari sjálfsmynd á öldunum í kringum árið 0, þá engan veginn hægt að segja það að gyðingar hafi verið í meirihluta á þessum landsvæði. Langt í frá að þá voru þeir líklegast vel innan með 1% af íbúum rómverska heimsveldisins. Jesús sjálfur kemur frá útnára Ísrael, það að segja Galílu, sveitahérað. Þetta var svona álíka eins og Suðurlands undirlendið áhrifamikið svæði í Evrópusambandinu. Það hverfandi. En það kemur fram maður með mjög fjölbreyttar hugmyndir sem að gera allt ritlaust og berast á seinni hluta æviskeiði hans til Jerúsalem sem að er höfuðborg Júdeu á þessum tíma. Og 300 árum seinna þetta en ríkistrú í Róm. Þegar Virgill er fenginn af Ágústusi keisara til þess að skrifa nýja ríkistrú, að þá það með stuðningi keisarans og samþykki hans. Og hann skrifar Eneasarkviðu. Og Eneasarkviða tekur við þar sem að Hómer endaði og segir skipið sem Hómer lýsti, Argonautika, að það heldur áfram för sinni þangað sem allir vegir liggja, þangað og þaðan sem allir vegir liggja, að sjálfsögðu Rómar. Og þar verður til höfuðborg heimsins og yfir höfuðborg heimsins trjónir hinn guðlegi keisari. Maður skilur vel að svona rit geti orðið grundvallandi. En hvernig stendur á því að fjölbreytt ritsafn frá útnára heimsveldisins verður ríkistrú á innan við 300 ára? Ég ætla ekki að svara henni, en þetta er svo spurning sem að ásækir mig. Bæði í kennslu og rannsóknum og starfi. Biblían samsett úr 3 ritsöfnum, ef svo má segja. Það Tóran sem eru fyrstu 5 Mósebækurnar og grundvöllur gyðingdómsins sem við þekkjum í dag. Áhersla gyðingdóms fluttist frá þjóðinni sem Davíð skóp eða bjó til með Hervaldi og átti að vera ævarandi konungsríki. Þegar það fór undir erlenda hersetu, að þá fluttist áherslan frá þjóðinni eða ríkinu yfir á musterið. Þar bjó Guð. Þegar musturinn var eitt árið 70 eftir Krist, að þá varð að finna nýja fótfestu fyrir Guð. Hvar býr Guð? Og til var rabbínskur gyðingdómur sem samtíma átrúnaður kristindómsins, verður tíma á samtíma kristindómarinn. Og þar lögmálið, eða Tóran, fyrstu 5 Mósebækurnar, grunnur. Og grundvöllur gyðingis átrúnaðar. Við bætast og fjölbreyttar bækur sem við munum fjalla á seinni kvöldum meira. En þar eru söguleg rit og þar eru spekirit og þar eru ljóðasöfn og þar eru sálmasöfn og svo framvegis. Og þetta ritsafn þýtt á grísku tiltölulega snemma á helleníska tímanum. 323 fyrir Krist fyrir ungur hermaður á stað, sonur Makedóníu konungs, Alexander mikli, og hann leggur undir sig heiminn, gjörsamlega, með vinum sínum hershöfðingjum
og hann nær að ferðast alla leið að Indusánni, að landamærum Indlands og tilbaka og leggur undir sig allt þetta svæði og þar með Egyptaland líka. Og það er nú aðri reynt og mörgum tekist að leggja undir sig lönd, en það sem var einstakt við Alexander mikla var það að hann stofnaði aðstæðaborgir og nefndi þær alltaf fjölbreyttum nöfnum: Alexandríu, 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 Alexandríu. Og það sett hann á fót menntakerfi þar sem að allir í þessu heimsveldi lærðu grísku. Þegar hann deyr 323 fyrir Krist að þá fellur heimsveldi með honum, en hershöfðingjarnir 12 sem að fylgdu honum skiptu með þessi heimum, bara eins og gert var eftir seinni heimsstyrjöld. Bara drógu landamæri á kortið og faraóar Egyptalands frá 323 voru allir sem að Grikkir. Og þess vegna voru þeir sko guðlegir ólíktir. Kleópatra var hvít og baðaði sínu eins og auðvitað. Þannig að þetta heimsvæði hérna, landsvæði, talaði allt saman grísku. Og ef að gyðingar ætluðu að koma sínum átrúnaði á framfæri, að þá auðvitað gjöru svo vel að þýða ritsafnið á grísku. Og það er það ritsafn sem við eigum varða. Biblían, hinn gríska þýðing, innihélt fleiri bækur heldur en hebreska biblían. Og þess vegna þegar þið takið upp nýja þýðingu af biblíunni, að þá eru þar inni bækur sem ekki eru í hebresku biblíunni, Síraks bók, Speki Salomons og svona framvegis. Og við þetta gríska ritsafn bætast svo hér listir af bækur biblíuna, sem er þessi rit sem öll er að verða til á hellingskum tímanum. Öll saman grísku. Nei, ég ljúga, flest saman grísku. Mörg saman grísku. Og svo Nýja testamenti sjálf, sem eru Guðspjöllin og bréfin. Og saman myndar þetta reglurritasafn kristinna manna en sú saga er lögð. Hver er þessi Jesús og hvernig ósköpunum gat kristinn átrúnaður orðið að meirihluta átrúnað í rómverska heimsveldinu á svo skömmum tíma? Það eru spurningar þessi ég skil ykkur eftir. Nú ætlum við að standa upp og fá okkur kaffi og svo ætlum við að búa til smá umræður sem að Rúnar ætti að leika.